dag eru miklar kröfur gerðar til bænda og bændastéttin menntuð fagstétt þar sem mörg mismunandi áherslusvið koma saman. Fyrsti landbúnaðarskólinn á Íslandi hóf starfsemi sína hér í Ólafsdal við sunnanverðan Gilsfjörð árið 1880, en skólahúsið hér fyrir aftan mig síðan 1896. Mikið hefur breyst síðan þá, en í dag eru skólarnir tveir, Háskólinn á Hólum og Landbúnaðarháskóli Íslands sem rekur sína aðalstarfsstöð á Hvanneyri, en það er einmitt þangað sem leið okkar liggur næst. Búfræði er 2 ára framhaldsskólanám við Landbúnaðarháskóla Íslands, þar sem að nemendur fá þekkingu og þjálfun í landbúnaði. Það er hugsað til að undirbúa fólk helst undir störf í landbúnaði og margir hverjir nota beint í búskap. Hugsunin er svo að nemendur sem að útskrifast úr búfræði séu tilbúnir til þess að jafnvel hefja búskap og þeir eiga að öðlast alla þá þekkingu sem þeir þurfa og þjálfun því þeir fara í verknám á bóndabæjum og vinna landbúnaðarstörf, þannig að þeir eru komnir með töluverða þjálfun í störfum. Við kennum alls konar fög. Við erum til dæmis kennum áfanga eins og búfjárhald, þar sem að nemendur læra almennt hirðingu búfjár og umgengni. Og svo erum við kennum grasafræði og nytjaplöntur, þar sem að nemendur læra náttúrulega ræktun nytjaplantna. Áburðarfræði mjög mikilvægt og svo erum við með vélaáfanga líka, þar sem að nemendur læra grunn í vélfræði og læra þar bæði bóklega og verklega umgengni við vélar og allt mögulegt þar umkring. Og svo geta nemendur aðeins sérhæft sig, þeir læra nautgriparækt og sauðfjárrækt og geta svo valið hrossarækt þeir sem hafa áhuga á því. Og valáfangarnir eru svo framhaldsáfangar í nautgriparækt og framhaldsáfangar í sauðfjárrækt til dæmis. Við erum með áfanga, svo blandaða áfanga aðrar greinar eins og loðdýrarækt og svínarækt og alifuglarækt og það er líka valáfangi. Í miðju viðtali varð að gera hlé þegar okkur bárust þær fréttir að hinum megin í fjósinu væri ein kýrin við það að bera. Fjósamennirnir voru snarir í snúningum og með handbröðin á hreinu og heilbrigður kálfur kom í heiminn stuttu síðar. Saga háskólanáms í búvísindum eða landbúnaðarfræðum er í rauninni mjög gömul hérna og telst nám á háskólastigi frá því það bil miðja 20. öld. Er þá byggt á grunni bændaskólans sem er allt frá því seint á 19. öld. Það er stofnuð framhaldsdeild við bændaskólan sem verður svo að svokallaðri búvísindadeild seinna, sem teldist á háskólastigi. Upphaflega var framhaldsdeildin 2 ár og seinna þegar það verður að búvísindadeild þá er þetta 3 ára nám sem jafngildir BS-prófi. Síðan tekur við í rauninni formlegt háskólanám við stofnun Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri árið 2000. Árið 2005 þá breytist skipulagið aftur vegna þess að þá er Rannsóknastofnun landbúnaðarins og Landbúnaðarháskólan á Hvanneyri sameinuð ásamt með Garðyrkjuskóla ríkisins á Reykjum í Ölfusi. Þannig að úr verður ein stofnun og það er sá Landbúnaðarháskóli Íslands sem við búum við enn í dag. Námsframboð hélt áfram að þróast og það sem bættist við og breyttist var í rauninni að það eru stofnaðar námsbrautir í náttúrufræðum með mismunandi áherslum og námsbraut í skógfræði og landgræðslu. Það er að segja að það er nokkuð leyti sameiginlegt og síðan eru áherslur sem varða skógfræði og landgræðslu. Það sem gerðist svo líka í þessu samhengi var það að við tókum upp samstarf við Háskólann á Hólum námsbraut í hestafræðum. Og hún er þannig hugsuð að fyrstu 2 árin eru hérna hjá okkur á Hvanneyri og það eru þá sameiginleg námskeið með nemendum í búvísindum. Síðan fara nemendur í 1 ár norður á Hólum og sérhæfa sig
í hestafræðin, sem þá bæði verklegt og bóklegt. Menntun á sviði landbúnaðar og þekking á landbúnaði forsenda þess að við getum framleitt okkur eigin mat að svo miklu leyti sem að það hægt fyrir náttúrulega utan fisk og fiskveiðar sem við blöndum ekki í þetta. En landbúnaðurinn sér okkur fyrir stórum hluta af þeim matvælum sem að við notum. Við eigum að framleiða mat sem við getum framleitt hér með góðu móti og við eigum að gera það vel og við eigum að vanda okkur. Og til þess að geta gert það, þá þarf maður auðvitað að hafa þessa þekkingu og vita hvernig maður fer að því á sem bestan hátt. Og ég held að íslenskar landbúnaðarvörur séu góðar og til þess að verði áfram góðar og jafnvel betri og meiri þess vegna eftir því sem að fólki fjölgar, því betra. Til þess höfum við þekkinguna. Bændur eiga að vera umhverfisvænir, þeir eiga að vera góðir í rekstri, þeir eiga að markaðssetja vörurnar sínar og hugsa til framtíðar. Allar þessar kröfur saman til þess að geta annast landið, jörðina, skepnurnar, rekifyrirtækið og svo þurfum við að hafa einhverja þekkingu til dæmis varðandi heilbrigði búfjár og aðbúnað og geta tekið eftir því að eitthvað ekki í lagi og kippt í liðin. Þannig að þetta mjög fjölbreytt. Þetta mikilvægt starf og það raun og veru bara mjög töff að vera nógu fær til þess að geta hugsað skepnur og geta rekið bú og geta stýrt þessum stóru flóknu vélum. Það mjög töff. Ég bara hreinræktaður Borgfirðingur. Ég fædd og uppalinn í Hjarðarholti í Stafholtstungum í uppsveitum Borgarfjarðar og hef búið þaðan síðan ég var bara pínulítil og hef í rauninni ekkert mikið farið út úr sveitarfélaginu svona þannig. Ég fór í menntaskóla í Borgarnesi og svo hingaði í búfræðina og núna í búvísindum. Það algjör forréttindi að fá að alast upp í sveit. Af hverju? Það bara svo mikið frelsi. Þú veist, bæði bara, að þurfa sjaldan að hafa áhyggjur af neinu. Maður hljóp bara á tánum út allt, öll sumur og svo náttúrulega bara námyndum við skepnunar, svona mjög svo skemmtileg. En hvað það sem þú ert að læra hérna í Landbúnaðarháskólanum? Ég að læra búvísindi sem bara 3 ára BS-nám og þetta eru raungreinar mjög mikið, bara svona hagnýt raunvísindi þannig. Og það farið inn á svolítið mörg svið. Þetta svolítið skemmtilegt hvað þetta svona vítt, bara rétt eins og búfræðin var. Segðu okkur aðeins frá því námi. Það 2 ára starfsmenntanám sem ég fór í eftir stúdentinn og í rauninni óbúslega bara svona praktískt, kannski fyrst og fremst, og minna fræðilegt heldur en til dæmis búvísindin eru. Þannig að ég mæli sterklega með því að ef einhver sér ekkert annað fyrir sér en ætla bara að vera bóndi, þá búfræðin klárlega eitthvað sem hægt að gera. Ég sé engan veginn eftir því að hafa farið í það, það var mjög skemmtilegt. Það talsvert mikið félagslíf og ég fann kannski sérstaklega fyrir því fyrstu önnina þegar ég var á Hvanneyri. Þá bjó ég heima og var að keyra á milli, var semst ekki á nemendagörðunum og var ekkert mikið í skólanum, fékk svolítið metið úr menntaskóla og svona, var oft bara búin að hádegi og eitthvað. Og ég var ofta að keyra 2 á dag því að svo var eitthvað skemmtilegt í gangi kvöldi líka sem ég gat ekki mist af. Og það náttúrulega endaði með því að ég gat þetta ekkert nema bara þessa einu önn og að flytta nemendagarðana strax áramót. Og hvað það sem heillar þig mest? Hvað það sem þú vilt svona einblína á? Hvað varðar búskap? Sko, mér finnst náttúrulega bara skemmtilegast allt þetta bras með skepnur og sérstaklega kannski kynbótafræðin í kringu það, ræktunin. Að vera að reyna að ná einhverjum framförum. Mér finnst það mjög skemmtileg pæling og mjög gaman að vasast í því. Finnurðu fyrir fordómum í garð þeirra sem að læra eitthvað á sviði landbúnaðar eða eru til dæmis bændur? Nei, mjög lítið. Það þá kannski helst gagnvart til dæmis styrkjakerfinu. Það verið að tala um þessa landbúnaðarstyrki og það er kannski það sem hefur mest verið talað um í
fjölmiðlum. En ekki kannski gagnvart því að vera bóndi. Ég hef ekki fundið fyrir því, sko. En hvernig finnst þér bændur svona sýndir út af við? Hvernig finnst þér íslenskir bændur til dæmis í íslenskum bíómyndum vera framsettir? Þetta náttúrulega svona svolítið stereotypískt einhvern veginn og oft eitthvað svona eymd sem þarf alltaf að koma á framfæri. En það bara sennilega sjaldnast þannig, sko, að það sé eitthvað eymd yfir búskap. Ég allavega fæ ekkert út úr því nema bara ánægjuna. Hvert stefnir þú eftir þetta nám? Þetta mjög erfið spurning. Þetta erfið spurning fyrir alla sem klára hvaða nám sem Þetta það, sko. En mér langar í búskap. Alveg bara, það verður alltaf þannig að ég á eftir að búa út í sveit og ég á eftir að vera með einhverja skepnur. En svo kannski spurning hversu fljótlega ég fer í það núna eftir útskrift eða hvort ég mennta mig eitthvað meira eða hvar ég ætla að vera. Þú veist, stefnan núna sett á Öxarfjörðinn, þar sem tengdafjölskylda mín En það náttúrulega bara eitthvað sem það þurfa dálítið margir hlutir að ganga upp og það ekkert auðvelt að byrja á búskap. Þú þarft að byrja á því í flestum tilfellum að kaupa þér allt settið, sko, og þú ert að stofna fyrirtæki og þú þarft að kaupa þér jörðina og þú þarft að eiga bústofnin og tækin og allt svoleiðis og þetta alveg mjög dýrt dæmi. En það alast upp í sveit, hvað gefur það manni? Til dæmis bara tækifæri á að læra að hugsa svolítið sjálfur og bjarga sér. Það svo margt sem kemur upp og sem það bara að reyna að finna út úr. Og bara læra að vinna. Gera hluti með höndunum. Ég hugsa að ég sjái aldrei annað fyrir mér en að búa í sveit, sko. Það gott að vera í sveitinni? Já, mjög gott að vera í sveitinni.